Í þessu myndbandi ætlum við að halda áfram að skoða réttaskó með Vagni og Hilmari. Þannig að bara let's go! Nú ég svona að spá í að þið náttúrulega komið inn í þetta ekki fyrir löngu síðan. Hvað var svona, var eiginlega til þess? Hafið alltaf haft áhuga á trjám eða hvernig þið svona, hefur þetta alltaf verið í blóðinu eða hvernig? Við þekktumst raun og veru ekki neitt fyrir. Nei, ok. Þannig við komum sitt hver áttinni. Hvað kallar þetta hugsa ég við komum? Ég kem raun og veru og var búinn að vera búsettur í Borgarnesi í 29 ár. Já. Og hafði þar komið að því að stofna fólkvang sem heitir Einkunni sem gömul skógrækt og það var allt saman tekið í gegn og gerði stígar og vörður og sett niður salerni og brýr og svo framvegis. Frábært svæði rétt fyrir utan. Okay. Þannig ég hafði brennandi áhuga þaðan, má segja. Já. Þið náttúrulega vinna á sama stað og smitaðir þá út í Vagni? Ekki þá. Nei. Nei, þetta kom þannig til að það fólk sem var stjórnin öll, hún hélt fund, aðalfund og það lá ljóst fyrir að þau væru að hætta. Já. Og svo bara einhvern veginn, ég hugsaði mér að það hafði verið nefnt við mig áður að koma í félagið og ég hafði ekkert gert í því en ég ákvað bara að fara á fund og svo kom það einhvern veginn æxlaðist þannig að ég bauð mig fram í þetta bara að vera formaður og já, bara ég vil meina að það bara gengi vel. En menn kannski hopp ekki í skógræktarfélag svona, hvað, hafðir einhvern áhuga á þessu áður eða? Já, ég svolítið fyrir gróður sko. Já. Já. En þetta líka snýst svolítið bara mikið það að vilja. Já. Að vilja þetta. Já. Og nú erum við komin svona snær fossinum og svona. Þetta er þar sem að menn fara með konuna sína á romantískt date eða ekki? Það er bara þannig. Og býður henni kannski í svepp? Býður henni í svepp, maður. Þetta spottið er mjög svona, já, fallegt hérna. Já, þetta er rosalega fallegt. Já. Svakalega fallegt. Sjá fuglinni hann eitthvað, er þetta fíllinn bara eða? Já. Það er kannski líka bara að benda á, sko, hérna í kringum fossuna þessi klettar. Þetta er stuðlabelt hérna í svo hvað liggur rosalega misjafnt. Það bæði lóðrétt og lárétt og svo hringamyndun hérna. Já. Það er magnað. Já. En svo kannski líka benda bara á með þetta borði. Þetta er náttúrulega bara smíðað hérna á staðnum. Já. Og voru 2 tré hérna. Já. Svo sögðu niður og Vagn bara gerði borð og bekki. Já, þetta er... Hér á staðnum. Já. Þetta er svona öllu grínu slepptu, alveg frábær staður til að koma með nesti. Já, í alvöru tala. Þetta er bara... Og við erum svo sem alveg að vera varið við það að fólk er að koma í nesti. Já. Og bara... Og það er bara gaman. Það er bara gaman að það sé verið að nota þetta. Og við viljum það endilega. En talandi um svona... Nú eru margir skógar með grill og svona. Hafið þið sett upp einhverja svoleiðis aðstöðu? Nei, er þetta að koma á grill í skóginum? Við erum ekki konum svo langt sko. Nei. Og ég persónulega, ég er bara svolítið hræddur við það. Já. En svo er það bara líka aftur það, þú veist, hver á að heyrða þetta. Já, svo er það alltaf. Það er mín með einn neista sko, sem verður eftir. Já, maður er, og eins og hérna á vorin sko, þegar er búin að vera mikið þurrkur, mikið sina, maður er alltaf hálf hræddur við þetta. Já. Herðu, hérna Vagni er eitt af þínu uppáhaldstrjáma, ekki? Jó, þetta er blágræni hópur og það hefur bara gengið rosalega vel og hér er nú aldeilis seltan en við erum auðvitað konið svolítið inni en við erum með þó nokkur svona falleg blágræni, rosalega fallegt og við höfum verið að setja niður þessi undanfarin 7 ár, við erum að setja niður töluvert af blágræni og þetta bara vonandi gengur vel. Við erum með töluvert af svona stórum trjám, blágræni. Menn vilja meina kannski að þetta ætti ekki að vaxa vel hérna? Já, maður hefur lengi heyrt það gangi ekki. En það er að gera sér vel. Þetta er sönnun um það? Þetta er sönnun, þetta er hægt. Það er bara að trúa því. Já.
Trúin, flyt í fjöll. já, það er bara þannig. Já. Svo erum við hérna með inn á milli svona sjaldgæfari plöntur. Hvað erum við með hérna? Herri, við fórum og keyptum, við erum búin að setja nokkur hérna svona kúrlegikirsi. Ok. Og þetta, ég hef séð þetta í garði hérna í bæ. Já. Og það er að ganga vel, fáið það skjól og birtu. Já. Og blómstra svakalega fallegum bleikum hérna blómum. Já. Þetta er rúbí afbrigði Ok. sem menn vilja meina gangi vel. Ok. Og þarna erum við með stykkilsberja plöntu. Já. Svo hérna settum við niður hérna hindberja plöntu hérna. Hún reyndar dó hjá okkur. Já. En hún er, það var búið að segja okkur það, hún er að dreifa sig hérna um allt. Já. Og hérna, og það er bara besta mál myndi ég að segja. Já. Berjaplöntur. Já. Þannig að hún hefur náð að Og dreifa sig. við náðum beri af þessum plöntum, Já. þessari plöntu. En hún hefur einhverju hluta vegna dáið en þetta er að koma þetta upp. Já. Svo erum við líka með á öðrum stað, erum við með sem sagt bæði með rifsber og sólberja eða runna. Já. Og fuglinn sækir alveg í það, þannig að maður sér að þau bara hverfast. Og það er svolítið tilgangur líka, að hann dreifið þessu. Já. Já, það verður framtíðin. Þá verður þetta bara svona hindberja skógur kannski. Já, svo erum við með hérna fyrir neðan á 300 ára verslunarafmæli Ólafsvíkur, þá kom Vigdís og setti niður fyrir okkur einhverjar 3 plöntur og þær eru þarna ennþá. Já. Kannski, já. Þannig að það er, já, við erum að reyna að auka fjölbreytni og þessi hérna kúrlegakirsi, við erum annað hérna, þetta verður alveg svakalega fallegt. Já. Og ég hef séð þetta í garði hérna niður í bæ, sko, í blóma og þetta er alveg alsett bleikum blómum. Já. Og hérna, þannig að það verður gaman að sjá í framhaldinu. Það er svo skemmtilegt þegar þetta brýtur svo mikið upp svona ef maður er með svona sem að koma blóm og svona. Já, fá liti. Já. Það er alveg, finnst mér, bara eins og skraut, sko. Já. Bara sem mesta fjölbreytni. Já, mesta fjölbreytni. Sniðugt líka að nýta, þú séð þetta í garði hérna, þá lítur þetta ekki að vaxa hér. Og ekki síður, sko. Já. Í skjóli og svona. Já. Það kannski maður þyrfti að fara að rýma aðeins frá þessar bara upp á birtuna. Já. Og kannski nota tækifæri líka, sko, eins og varst að segja frá þegar Vigdís kom á 300 ára afmæli, kaupstaðarafmæli Ólafsvíkur, að Ólafsvík er fyrsti kaupstaður. Verslunarstaður á Íslandi. Fekk sem sagt konungsbréf 1687. Okay. Og við erum að búa til svona fræðsluhring hérna fyrir neðan, kíkjum kannski aðeins á hann, komin aðeins á stað, þar sem verður rakin sem sagt saga á Ólafsvíkur. Já, það er sniðugt. Tengja þetta aðeins við. Já. Herðu, þá erum við komin svona ring og við ætlum að fara að segja þetta gott. En þið ætlum aðeins að segja mér áður en við ljúkum þessu þetta svæði hér. Hérna er það sem hún nefndir í rauninni áðan, það ekki? Fræðslurjóður. Jú, eða fræðslurhringur. Já. Við sjáum fyrir okkur að kemur hérna sko 3/4 hring. Já. Og inn í honum miðju verður svona 80-90 fermetra svæði þar sem við getum sett niður sko bekki og borð. En svo líka í hringnum þá verða skilti. Já. Það sem verður rakin saga sem sagt Ólafsvíkur. Og þetta er svolítið gróft eins og við sjáum. Það er búið að vinna upp þetta svæði þannig að þá á eftir að setja fínni og betri möl. Já. Veit ekki hvað við höfum að vera bjartsýnir og miklu draumóra menn að byrja á þessu núna í haust. Jú, þetta fyrir að gerast og við erum sem sagt farnir að flytja til okkar þessa hleðslu, steina og eins og Hilmar segir skilti, veglega skilti, bæði þar sem við segjum sögu Ólafsvíkur bæði í máli og myndum og hérna og að fá hérna 80-90 fermetri inn í þar sem við getum svona gert eitthvað sniðugt, bekki og borð og þetta verður bara, og þetta verður eins og fræðsla, þetta er, hérna sækir einhverja vitneskju og það er bara skemmtilegt inn í reitnum að hafa eitthvað svoleiðis og þetta verður bara mjög fallegur reitur. Sammála því. Ég hef svona séð aðeins, ég fylgst aðeins með, eða kíkt á Facebook síðan okkar. Já.
Þið eru svona ágætlega virkir að setja þar inn. Já, já. Hvernig með svona virkni annara? Fólk er félagsmenn virkir að taka þátt og svona? Nei, þetta er einhver 20 manna hópur og ekkert margir virkir og í raun og veru sko, já, ef fólk sér þetta, raun og veru vantar okkur fólk sko. Það væri gott að fá einhverjum nýliðum. Því við verum ekki eilífir í þessu og það væri rosa gott. Já, það væri, allavega hef ég séð að það er allavega ágætis stemning svona þegar gróðseti og svona. Já, það er alltaf léttar veitingar. Nei. Það er bara gaman að því maður. Annars bara frábært að koma hingað og ég hvet fólk einmitt hérna á svæðinu að finna heimasíðuna þeirra Facebook síðuna og gera like við hana og auðvitað like við þetta myndband og subscribe ef þið viljið sjá fleiri svona vídeo og annars bara hvet ég fólk til að heimsækja skóginn. Þetta er fallegur skógur. Já, við þökkum bara fyrir. Já, bara takk hérna fyrir að sýna mér. Gaman að fá okkur og spjalla við ykkur líka hjá ykkur. Já. Og við förum að sýna ykkur meiri áhuga og skoða við ykkur. Bara frábært. Bara gaman að fá okkur í heimsókn. Já, bara takk fyrir. Takk fyrir með leiðis.